Heyrðu, jæja, erum við ekki bara hérna. Gaman að sjá ykkur. Hérna, ég ætla að koma á svona aðeins að tala ég veit ekki, snjallar leiðir í orkumálum eða við getum bara svona kannski rætt þetta eitthvað. Ég ætla kannski fyrst að fá að segja ykkur hvað Eimur er. Ég veit ekki hvort þið vitið það. En hérna, Eimur, gerum svona, Eimur er klasi og við störfum á Norðurlandi, eystra. Og markmið okkar er að bæta nýtingu þeirra auðlinda sem að við eigum þar og erum þá að horfa á þessa svona verðmætasköpun, sjálfbærni og nýsköpun. Úr svona fyrst og fremst kannski myndi ég segja úr því sem við eigum og við höfum nú þegar, ekkert endilega sko að tala fyrir nýjum virkjanakostum eða einhverju slíku sko, heldur vegna þess að við eigum svo margt sem að við nýtum illa og getum nýtt miklu betur. Við erum sem sagt við erum nokkur sem að störfum hjá Eimi, við erum 5. Ég sem sagt framkvæmdastjóri, svo erum við með verkefni sem að snúa svona grænni iðnþróun getum við sagt, nýsköpunarumhverfinu, orkuskiptum og við reynum svona að fjármagna starfsemi okkar, dátti svona með því að ramma verkefnin okkar inn í svona styrkjamál. Já, velkomin. Inn í svona styrt verkefni sem við erum að sækja til meðal annars til Evrópusambandsins og svona sko. Þannig að þetta og við erum hluti af, getum við sagt svona, hópinn okkar að klasa. Við erum 4 klasar sem að störfum á landinu, sem eru allir eiga það samverst að vera styrktir af sko Landsvirkjun og umhverfis orku- og auðlindaráðuneytinu. Og það Blámi á Vestfjörðum og þau horfa til dæmis mikið á orkuskipti í sjávarútvegi og annað slíkt. Við erum með Eigló fyrir austan sem svona tiltölulega ný tekinst til starfa og að horfa á glattfarma frá iðnaði og orkuskipti líka. Og svo erum við með Orkídeu og Suðurlandi sem að vinnur að verkefni tengd matvælaframleiðslu og svona. Og svo erum við á Norðurlandi og við til dæmis eigum náttúrulega gríðarlega miklar jarðhitaauðlindir og annað slíkt. Þannig að við reynum svona að horfa aðeins til þess. Ég ætlaði nú ekki endilega að tala meira starfsemi Eims, heldur meira bara svona, svona áhugan á þessum, fara svona 3 þemu og langar svona tala kannski leiðir sem við hugsum ekkert dagstaglega. Það var nú nýkomin út ágætt skýrsla sem að umhverfisráðuneytið lét gera leiðir til nýjar leiðir til orkuöflunar og bættrar orkunýtni og margt af því þetta kannski hefur áhrif á eitthvað svona, en þetta eru kannski svona, þetta ekkert nýjar leiðir í tæknilegum skilningi og það kannski svona þegar kemur að þessum til dæmis orkuskiptum í heild sinni, þá ekkert af þessari tækni eitthvað nýja nálinni í sjálfu sér. Auðvitað náttúrulega þarf kannski hvað tækniþróun að eiga sér stað þegar kemur að svona batteri og annað slíkt geti knúið bíla og skip og eitthvað þannig, en þegar kemur að orkuöflun, þá þetta allt saman eitthvað sem til staðar. Og það eru ýmsar áskoranir sem að snúa því sko. Mér langaði að gefa 3 dæmi svona hvernig við getum hugsað til dæmis sólarorku eða birtuorku, af því að við náttúrulega njótum kannski ekki endilega svo mikill að sólar, heldur meiri birtu svona, nema rétt yfir blásumarið. Og sirka svona 1 hektari af sólarorkuveri, hann gefur grófum dráttum kannski 0,5 megawatt í uppsettu afli af raforku. Og auðvitað fer það til sólarsellum, það örugglega hægt að hann gefi 1 megawatt, en þetta er svona algengt, skulum við segja. Og á áskrundvelli á Íslandi þá ætti þessi sami hektar að geta gefið svona 400 megawattstundir af orku. Og til samanburðar þá nota heimilin á Íslandi, þau nota sirka 1 terawattstund sem er sirka svona 2000 sinnum meira en þetta. En ef við til dæmis tækjum öll bílastæði á Íslandi, ef við hugsum þetta mynd frá eyjunni Samsø í Danmörku, þar sem við hafa farið alls konar leiðir til þess að sinna svona orkuskiptum með staðbundnum hætti. Þá þetta svona bílskýli sem er fyrir bílakommununnar, þannig að kommunan rekur á einhverja rafbíla sem eru keyrðir og flatarmál allra bílastæða á Íslandi, það eitthvað í kringum, ég fann einhverja tölur, 24 milljónir fermetra eða 24 ferkilometrar
þetta alltaf svona stór tala maður hugsa hana, en ég held að þetta sé alveg, já, þetta svona alveg raunhæft og ef við tækjum bara 10% af þessum 24 ferkilometrum og myndu þekja þau með sólarpanelum og þá getum við annað svona cirka 10% af orku heimilanna. Við getum framleitt á ársgrundvelli svona 100 gigawattstundir, eitthvað svoleiðis, með þessu. Þannig að það eru ýmsir fletir, þannig að ef við erum að hugsa það, fólk að tala svona orkuöryggi og eitthvað slíkt, þá eru mjög margar leiðir sem við erum ekki að nýta í dag og þurfum ekkert endilega að fara að ráðast í endilega nýja virkjana kosti eða slíkt, sko. Svo ef við horfum á annað dæmi, ef við horfum á annað dæmi, ef við horfum bara á húsþök, auðvitað náttúrulega, það eru ekki bara bílastæði, það eru líka hús og öll þök landsins eru, má segja, óplægður akkur fyrir birtuorkuver. Flatarmál bygginga á Íslandi í kringum, það svona cirka tvöfalt meira heldur en þetta svona flatarmál á bílastæðum, 38 ferkilometrar, ekki 24 eins og fyrir bílastæðin. Og sem þýðir að ef við bara tökum 10% af þessum húsþökum, og ég meina þetta allt saman tölur sem eru kannski raunhæfar, ég meina auðvitað byggjum við ekki yfir öll bílastæði, segir sér sjálft, við byggjum ekkert kannski endilega sólarsellur, setjum ekki sólarsellur hvert einasta húsþak, en kannski 10%, ég meina, þú veist, auðvitað náttúrulega bara þau þök sem að vísa í suður, það svona er eitthvað sem við vittir í og annað slíkt, en þetta gæti í sjálfu sér annað 20% af orku heimilanna, ef við horfum bara á raforkunotkun heimila, sko. Og svo náttúrulega hægt að fara í svona ennþá útúpískari aðgerðir, sko. Við þú veist, ef við erum að hugsa sko, hvar eru innviðir til staðar til þess að taka við raforku, þá er það náttúrulega á uppistöðulónum, eins og til dæmis við þessar vatnsaflsvirkjanir og stærsta uppistöðulón landsins er Hálslón og það eru til, ég meina, það var vígt í fyrra stærsta sólarorkuver, fljótandi sólarorkuver í heimi í Kína. Og það var sett á ég held að það hafi verið sett á uppistöðulón, en ef við myndum þekja Hálslón, sko, 57 ferkilometra, 5.700 hektara, þá getum við framleitt svona cirka tvöfalda þessa orku heimilanna. Það er að segja, örugglega á ársgrundvelli getum við framleitt 2 teravattstundir af raforku, sko. Þannig að, og þetta er náttúrulega, þetta svona kannski útópískara hugmyndir og svona, en þetta eru alveg leiðir til þess að hugsa til framtíðar hvernig við getum mætt raforkuþörf og eitthvað í þeim stíl. Já. Svo er annað svona sérstakt áhugamál hjá mér. Það er við þekkjum það bæði í sko Reykjavík og við þekkjum það líka, við erum búsettu á störfum á Akureyri, að þar hafa sko veiturnar, bæði veitur náttúrulega fyrir sunnan og svo Norðurorka, verið í rekstrarvandræðum, sérstaklega yfir háveturinn þegar það er mjög kalt í veðri og það skrúfa allir frá ofnunum og við getum náttúrulega gert alls konar hluti til þess að nýta varmann betur, við erum ekki með opin glugga, opna og eitthvað svona, þetta er kannski eitthvað sem að veitufyrirtækin segja okkur, en það er líka rosalega mikið af svona hlutum sem við gerum, sem er ekkert sérstaklega skynsamlegir þegar kemur á orkunotkun og sérstaklega ekki þegar við erum farin að upplifa það að orkukerfin okkar eru svona pressuð, skulum við segja. Og það eru til dæmis gott dæmi þetta er sundlaugin á Akureyri og þetta er náttúrulega stórir fletir og eins og gengur gefur að skilja þá er þetta er til dæmis á Akureyri þetta stærsti einstaki varmanotandinn í bænum, notar 10% af heildar varmaafli bæjarins. Allar veitur á landinu, það er notað svona cirka 10 teravattstundir af varmaorku. Við getum borið það saman við sko, orku sem fer til heimilana í raforku, það er svona, kannski pínu erfitt að bera þetta saman, en það eru cirka 1 terawattstund. En alveg heil terawattstund af þessum 10% af heildar varmaorku notkun landsins fer í sundlaugar. Og en það er svolítið sem að, og þetta náttúrulega á köldum dögum, þá ríkur náttúrulega, vitið þið hvað þessi sundlaugar? Hafið þið myndið það? Nei, þetta er á Dalvík, sko. Ég er uppalinn á Dalvík, en allavega, sem sagt, ef við bara myndum breiða yfir sundlaugarnar, þegar það eru ekki í rekstri á
sem sagt, næturna, þá getum við sparað svona 30–40% af varmanotkun. Þetta eru bara opnir fletir og sérstaklega því sjáum við náttúrulega á köldum dögum og náttúrulega bara rýkur upp úr sundlaugum. Þetta mjög einföld aðgerð, en mörgum sveitarfélögum finnst þetta var gert í meira mæli, sko, en þetta ekki gert í dag. Þannig að við hugsið, sko, 10 terawatt, 1 terawattstunda varma, það þetta að spara 100 gígawattstunda í varma bara með því einu að breiða yfir sundlaugarnar. Þannig að þetta ein leið til þess að spara og þetta náttúrulega hafa sundlaugarnar sko, þurft að loka vegna þess að það alltaf kalt, en þetta önnur leið. Annað dæmi að við náttúrulega erum með opna kæla í öllum verslunum og þú veist, Krónunu og Bónus og öllu þessu, sko, og þessi kælar eru náttúrulega bara varmavélar sem að taka varma á einu stað og dömpa honum eitthvað annað, sko. Þannig að annar endinn á þessum kælivélum er náttúrulega heitur. Og það mætti virkja þennan varma, til dæmis, til þess að hita þó ekki ef maður væri bara upp gólfflitina í þessum verslunum. Þetta eru náttúrulega oft stórar byggingar og þetta tekur náttúrulega talsverðan varma að sækja þetta. Og eins og nágrannar okkar í Danmörku, Danfoss til dæmis bara með á markaði svona endurheimtarbúnað, þetta bara varmaskipti sem hægt að tengja inn á þessi nútíma kælikerfi sem að hægt að tengja beint annars vegar inn á gólfhita eða upphitun í verslunum og svo eru þau náttúrulega framar í því kannski að sko veitukerfin eða veitunar geta síðan keypt varma og þetta eitthvað sem við þurfum að fara að skoða í miklu meiri mæli, það að þessi svona smærri aðilar geti líka tekið þátt í orkumarkaði, hvað sem í raforku eða eitthvað með sölu á raforku til dæmis í gegnum sólarsælurnar þegar þú ert ekki að nota þær eða eitthvað í þeim stíl, sko, eða þegar þú notar ekki nóg og svo með veitukerfið að það framleiddur varmi, ekki bara framleidd köld matvara, sko, eða hún ekki bara köld matvara í matvöruverslunum, það líka framleiddur varmi. Þannig má spara, þannig að náttúrulega það geta í öllu falli orðið sjálfbærar, allar þessar matvöruverslanir og við horfum bara á höfuðborgarsvæðinu, það er heilmargar matvöruverslanir bara á höfuðborgarsvæðinu, allavega, já, meira en 80 kannski, 80–90, það sem eru opni kælar og öll þessi rými geta sjálfsögðu orðið sjálfbærar varma, þannig að það þyrfti allavega ekki að kaupa af veitunum. Nú þriðja dæmið er svona dæmi svona annars konar varmasóun. Nú veit ég ekki hvort að þið þekkið þessi mannvirki, viljið þið skjóta? Þetta í Vestmannaeyjum, já. Það er rétt. Þetta er sjóvarmadælan í Vestmannaeyjum, sko. Og þetta er fráveitustöðin á Akureyri. Og þetta hefði alveg getað verið fráveitustöðin í Klettagörðum eða Ánanaustum, sko. En ef við skoðum aðeins, sko, hvað fer í gegnum þessar stöðvar af vökva, af því að þú veist, þessi sjóvarmadælan hún byggir á því að dæla upp hlýjum sjó, hann kannski einhverjar 8 gráður og hún skilar honum frá sér aftur í cirka 4 gráðum og þessi orkumismunur, hann nægur til þess að kynda allavega hluta bæjarins. Það fari í gegnum hana 450 lítrar á sekúndu af svona 7–8 gráðu heitum sjó. Í gegnum fráveitustöðuna fara meðaltali svona, ég held að fari kannski meðaltali 350 lítrar á sekúndu áskorundöldi eitthvað svoleiðis. En hitastigið á fráveitusvatninu, það er náttúrulega alveg gríðarlega hátt af því að við setjum svo mikið retúrvatnið af ofnunum okkar bara út í fráveituskerfið og þetta er alveg eins í borginni og náttúrulega mjög mörgum fráveitum allt land. Og orkuvinnslan á Áskorundöll er 65 gígavattstundir en það náttúrulega er engin orkuvinnsla hér af því að þetta er ekki nýtt, sko. Þannig að þetta er annað dæmi sko, þegar veiturnar eru í ekstra vandræðum, auðvitað gætu þær sótt varma jafnvel í sína eigin innviði, sko. Og það er nú svo sem að fara í gang flott verkefni á Akureyri. Norðurorka það er stór verksmiðja sem að framleiðir álþynnur sem eru nýttar í svona fjarskipta í tölvurnar okkar og síma og annað slíkt, sko. Og þú tekur gríðarlega mikla raforku en skila frá sér fullt af heitum sjó eða heitu vatni sem er notað til kælingar og Norðurorka er að fara í að nýta þann glatfarma, sko. En hann hefur bunast mjög lengi út í sjó alveg ónotaður, sko. Og þetta er náttúrulega fleiri dæmi ég menn það er iðnaður út mjög víða, sko. Það sem að og þetta er eitthvað sem mætti í auknum mæli nota til þess að En eftir að segja fráveitu, þetta
að segja að hitinn í fráveitinu í Reykjavík sé eitthvað í kringum þetta, 15 gráður? Það finnst mér mjög líklegt, já. Hann örugglega eitthvað í kringum það. Ég meina, maður sér oft á mjög köldum vetrardögum, þá rýkur oft upp úr sko niðurföllum þegar maður er að hjóla eða ganga í vinnuna eða eitthvað slíkt sko. Það annað heimilin með hita í bílskúrsrennunni hjá sér. Já, akkurat. Og svo fyrir það bara niður í... Algjörlega. Þú veist, það er náttúrulega svona menningarmál sko. Auðvitað er það, að sjálfsögðu að við að taka því sko. En ég meina þetta er staðan í dag, þetta er gríðarlega mikið vatn sem fer frá okkur. Vatnsnotkun rosalega mikil sko. En það er líka mjög heitt og það er, ég meina þið sjáu að þetta er svona áþekkt flæði skulum við segja en þetta er miklu hærra hittastig. Þannig að það mætti vinna örugglega meiri varma út úr þessu sko, út úr fráveitustöðinni heldur en í Sjóvarmadælinu í Vestmannaeyjum sko. Það var þetta mikil orka þá? Hér? Já, ég er svona, þú veist, hugsa allavega faktor 10 myndi ég ætla sko. Allavega 10-falt meira heldur en er hér sko, ef maður hugsa bara flæði í gegnum fráveitustöðvarnar. Það er 10 sinnum fleiri sem búa á höfuðborgarsvæðinu sko. Kannski ekki alveg, kannski 7-8 eða eitthvað. Eitthvað svona 5-8. Það er allavega talsvert magn sko. Menn þetta dugar þetta dugar til þess að hita upp Vestmannaeyjar að mjög stórum hluta. Á fullum afköstum þá skilar hún 10 megavöttum af varmaafli sko. Akureyri, 20.000 manna bæjarfélag, hann notar svona 100 megavött af varmaafli til samanburðar sko. Það er náttúrulega einhver iðnaður og eitthvað svona sem tekur til sín líka en það er sama. Þetta er svona, þannig að ég er viss að það mætti vinna umtalsvert af varma úr þessu fráveitum virkjunum og þú veist, þetta hefur ég held að þetta hefur alveg verið skoðað en það sem að hamla svona framþróun og nýsköpun skulum við segja og við innleiðum eitthvað svona lausnir er náttúrulega bara ódýr orka. Það er allt of lágt orkuverð til þess að svona lausnir séu skoðar af einhverju þunga en ef maður horfir út á þetta bara út frá sko sjónarmið auðlindarinnar og það hvernig við eigum að fara með auðlindina þá er þetta náttúrulega nóbrenni sko. Allavega þú spyr mig svo sem rættum það. En sko þriðja kannski og síðasti punkturinn sem ég langaði aðeins að tala um sko er svona orkujöfnun, sveiflujöfnun og eitthvað svona sko. Ef við hugsum við horfum á í rauninni aflþörfina og nú er ég að tala um raforku á hverjum tíma á Íslandi þá skiptist þetta eiginlega í tvennt. Við erum annars vegar með stóriðju sem er sko fyrir orkusölufyrirtækjunum, Landsvirkjun og HS Orku og þetta er góður notandi vegna þess að þau nota bara stöðugt magn af raforku. Þess vegna vilja þau fara í viðskipti við þessa stóru kúna sko. En við hins vegar heimilin, þessi 5% og smærri notendur, cirka 11% af heildarraforkunotkun á landinu, við erum miklu erfiðari notendur vegna þess að orkunotkunin, hún er svo breytileg. Hún er miklu breytilegri fyrir þennan hóp heldur en fyrir stóriðjuna. Og ég held að í gegnum þessi sko orkuskipti í samgöngum sem eru svona okkar kannski stóra mál sem er framundan, þá munu þessar sveiflur bara ýkjast. Þetta verða ýktari sveiflur að einhverju leyti, nema við náttúrulega hugsum að einhverju viti hvernig á að hanna þessi kerfi. Og það til dæmis þessir raftrukkar, það komu nú í fyrra, vitum við, það eru rafmagnstrukkar nýkomnir til landsins, komu einhvern tímann í fyrra og þeir eru í akstri núna á götunum innan bæjar í Reykjavík. Og þetta eru kannski ekkit trukkar á stærstu gerð, en þeir eru alveg þokkalegir og henta vel til aksturs á höfuðborgarsvæðinu. Þeir eru ekki ennþá farnir að keyra norður í land, það því að bara batteríin eru það þung en það er alltaf svona framþróun í þessu. Og flutningageirinn náttúrulega, hann vill ekki endilega bíða mikið sko, hann ef hann fer vestur á firði og er að sækja fisk sko, þá vilja koma tilbaka aftur kvöldið eða eitthvað í þeim stíl, þannig að það þurfa að vera aflmikil tengi til þess að hlaða. Þannig að á þessum stöðum þar sem að þessir rafmagnstrukkar sem að verða örugglega í drjúgum mæli ætla að hlaða, þá þurfum við mikið afl. Og það er alveg eins með sko ferjur eða báta, ég meina maður getur séð fyrir sér sko hvalaskoðunarbáta og eitthvað svoleiðis sem er að fara út og koma inn á daginn. Auðvitað er þetta eitthvað sem maður sér alveg fyrir sér að geti farið á batteri. Þurfum ekki endilega að bíða eftir einhverju rafelsneti eða geta farið á einhverja hybrid útgáfur af rafhlöðum og dísel eða allavega til að byrja með sko. Þá náttúrulega þarf þetta heilmikla raforku þegar þeir koma og setja sig í samband vegna þess að
þú veist, þessi ribbátara, þetta dót, þetta nota gríðarlega mikið, náttúrulega puðrast alveg áfram, sko. Þannig að það nota mikið afl, þannig að þegar þau koma í land, þá þurfa þau mikið afl, mikið rafafl til þess að hlaða batteríin. Þannig að punkturinn kannski sá að, sko, með þessum orkuskiptum, að ef við hugsum ekki svona, hvernig við ætlum að gera hlutina, þá muni þetta, þá verði þetta til þess að ýkja þessar sveiflur. En það alveg til leiðir, ef við hugsum það hvernig við byggjum upp þessi orkukerfi, ef við getum að sko gagnvart orkusölu aðilanum, þá líti þessi notkun miklu sléttar út, sko. Þannig að hún sé miklu jafnari. Það að segja þegar við erum að kaupa orku og það er í rauninni bara hægt með orkugeymslum, með rafhlöðum og einhverju slíku. Þú veist, ef við hugsum samspil á milli sko sólarrafhlaðana sem að hlaðina á rafhlöður, sem að síðan þegar að báturinn kemur í land eða bílarnir fara að hlaða, þá puðrast út af rafhlöðinni, sko. Og þetta það er alveg til dæmi þetta, út allan heim og sjálfsögðu fólk var að hugsa til dæmis sjáum við aðra, ég fór í heimsókn til Samsö á dögunum og var einmitt að svona skoða þessi mál og hérna svona dæmi lausn af þessu tagi á mjög litlum skala. Hérna höfn sem gríðarlega vinsæl höfn á sumrin, þannig að á sumrin þegar þessi bátar kom í land þá vilja allir fá rafmagn og hlaðina rafgjafarana hjá sér og eitthvað svoleiðis, sko. Og það var byggt upp svona lítið, ég meina kerfi sem annar þá allavega drjúgum hluta af þessari höfn, þar sem við erum með sólarorkuver, lítið sólarorkuver, þetta var ekki nema bara 60 kW eða eitthvað, og við erum með batteri sem sjálfur sér bara starfið bílabatteri í þessu rafmagnsbílum, 200 kWh, sumir þessar rafmagnsbílar ná því orðið alveg, sko. Og þetta jafnar sveiflur í þetta er náttúrulega líka tengt svo sem inn á netið, en þetta jafnar allar þessar sveiflur í raforkunotkun mjög mikið fyrir þessa höfn. Þannig að í stað þess að sjá svona toppa, það er að segja, sko, Rarik þarna á Samsö, sko, þau sjá ekki sko toppa í notkun, heldur sjá þau miklu sko jafnari notkun. Þá hlaðið inn á batteríin þegar það nýtur ekki sólar, ef að vera að draga út þeim sólarrafhlöðuna, náttúrulega hlaðið inn á þau líka, þannig að þau verður svona buffer, sko. Þetta er bara gestahöfn eða ekki, þetta er bara svona Jú, að koma þarna inn. Akkurat. Það er engin bátur í höfninni eða yfir daginn, sko. Nei, akkurat. Þannig að sólinn skín sem mest, Já. þá hlaðið inn, sko. Akkurat, já. Og svo koma þeir að kvöldi og sýnt í samband til þess að geta steikt. Já, akkurat, nákvæmlega, notað einhver orku, sko. Þetta er ekki ferju. Nei, þetta er ekki ferjuhöfn, sko. Nei, en það er í uppbyggingu ferjuhöfn þarna, sko. Og annar staðar bara, og þau hafa á plani að kaupa sér, að því ég var að tala rafferju, sko. Kaupa sér, held ég, batteri knúna ferju, og þar verður sko hleðslutengi 10 megawatt. Og til þess að annað því að einhverju skynsulegu viti, þá náttúrulega gott að hafa einhverja svona. Þetta er bara að fara ekki með rammaáætlun. Já, það stappa nærri, sko. Þú veist, í notkun allavega, sko. En þú veist, ég held að við þurfum miklu meira mæli að fara að hugsa í rauninni orkukerfinu okkar svona. Þetta er svona, við erum þá með svona laustengdar orkueyjar, svo að segja. Við erum með kerfi sem að geta einhverju til annað sér sjálf, en það eru svona dæmi, ég meina þetta er til dæmis færanleg orkustöð, færanleg hleðslustöð, sko. Mjög sniðugt þegar Reykvíkingin koma norður á N1-mótið og eitthvað svona, sko, að rigga upp nokkur svona, sko. En þetta er í rauninni batteribanki sem er tengt við bara netið, kleður hægt og rólega inn á sem er jöfnum hætti og svo þá hægt að buna út meira afli heldur en ella, sko. Þessi banki þá settur í samband við einhver tengi. Já. Hann þá bara settur í samband við bara eitthvað tengi. Ég veit ekki hversu öflug hleðslan eða eitthvað í þeim stíl, sko. En þetta er raunin að hugsa alltaf þetta samspil á milli annars vegar netsins, það er að segja dreifinetsins og svo einhverja svona staðbundina orkulausna, eins og til dæmis, eitthvað í þessum stíl, sko. Og auðvitað má sjá þetta fyrir sér á stærri skala, ég meina alveg eins og ef við hugsum bara því við erum við hliðina á Sundahöfn, sko. Ef bátar að koma inn, þessar landtengingar geta hlaupið á megavöttum, sko. Og þannig að þetta verður alvöru vandamál að hugsa hvernig við ætlum að annað þessu, sko. Og svo náttúrulega önnur leið til þess að geyma orku líka, og þetta er kannski eitthvað sem maður mætti fara að skoða meira af því að við náttúrulega búum svo vel með vatnsafl og jarðvarma á Íslandi að þetta eru svo stöðugir orkugjafar, þú veist, eru svona allt árið og við höfum verið í ekstra vandræðum kannski núna yfir vetrartíman líka með lónastöð og eitthvað í þeim stíl.
og það hefur verið svona umræða hversu mikið af vindafli getum við komið með inn í kerfi til þess að því að við þurfum alltaf að sveiflujafna og eitthvað í þeim stíl sko. En það má líka sjá fyrir sér að bæði vindorka og sólarorka jafnvel nýtist til þess að dæla aftur upp í lón sko. Þannig að þegar að vindurinn blæs þá mætti þess að nýta hann til þess að dæla upp í batteríin. Þetta er víða gert í Evrópu, Sviss og Austurríki og svona sko. Þannig að þetta eru aðra leiðir í rauninni til þess að geyma orku og þetta virkar þá á miklu stærri skala sjálfsögðu sko. En þetta eru til dæmis leiðir sem að við getum örugglega farið að horfa líka til í meira mæli, svona pumped hydro kerfi sko. Svo langar mig að svona sýna ykkur eitt að lokum. Ég las á dögunum viðtal við arkitekt í Bændablaðinu. Jón Kristinsson heitir hann og vann lengi í Delft í Hollandi, var það svona arkitekt og hann hefur svona haft visthönnun bygginga að leiðarljósi í allar sinn starfsferil. Sem er alveg merkilegt að maður hafi ekki heyrt meira af sem sagt honum hans verkum. Þetta var alveg ótrúlega flott, ég hveti ykkur til þess að þefa það uppi sko. En þetta er dæmi um byggingu sem var byggð fyrir sem að hann teiknaði. Hérna sjáum við til dæmis svona fleigbúalaga spegla. Þetta eru svona sólfangarar á þakinu og hérna er bara varmaorku safnað þegar sólin skín og geymd í rauninni bara í jörðinni undir byggingunni sko, til þess að tempra þannig að þau nota sko, jörðina sem orkugeymslu og þetta nýtist líka, þetta er náttúrulega bæði kannski svona, þetta sé fyrst og fremst til þess að taka svona langtíma sveiflur, til dæmis jafnvel árstíðabundnar sveiflur, þannig að geymist til lengra fram á haustvarmi í jörðinni vegna þess að það er búið að hita hann upp yfir sumartíman. Svo er auðvitað náttúrulega sólarrafhlöður á húsinu og það er nægt til þess að anna orkunotkun þessa hús, þetta er svona skrifstofubygging einhver sko, orkunotkun þessa hús og nærliggjandi húsa. Þannig að þau eru bæði sjálfbær með varma og allt matarafgangur og aðrir slíkir eru líka nýttir til þess að búa til orku og annað slíkt, raforku. Þannig að þú veist, það eru ýmsar leiðir. Við þurfum ekki alltaf bara að hugsa sko, tengjum okkur á kerfið og við tökum bara og tökum sko. Það eru til ýmsar leiðir til þess að hugsa hlutina frá grunni og gera það í kannski smærri einingum og hús geta staðið sjálfsagt orkulega sko. Þannig að þetta var nú svona það sem var mér langaði að vekja ykkur til umhugsanar og hef svo mikið meira að segja um það sko. Takk fyrir. Já.